Elías Kristjánsson, varafyrirliði. Þetta nú svolítið varafyrirliði, þú ert bara fyrirliði á samt fresti. Já. Ekkert vara. Nei, ég veit það ekki. Við höfum eiginlega ekkert rætt það, sko. Þið eru leiðtogar í liðinu. Já, við sinnum þessu bara saman. Við tölum þetta bara ef það kemur eitthvað upp og reynum að leysa eitthvað í sammenningu bara. Eli, ég ætlaði ekkert að tala þetta náttúrulega þessu viðtali. Ég ætla nú bara að forvitnast hvernig stemmingi væri. Þetta er eitthvað lokahófið eða ekki? Nei, við látum þetta flakka, við kannski klippum. Eli, það eru búin 3 leikir, 3-0. Það er létt yfir eitthvað núna. Já, það er ágætis stemming og þetta er alltaf uppleið. Við verið svolítið að byrja leiki kannski illa. En svo komu strax í öðru leikluta og náum að klára leiki vel og það skiptir bara sköpun, þannig að núna þurfum við bara að takmarka þessi mistök og spila 40 mínútur á fullu. Þá erum við glaðir. Þetta var einmitt eins og segir. Þið náttúrulega komu bara kannski eiginlega ekki nógu vel stiltir inn í síðasta leik á móti Skallagrimi. Þeir bara komu grimmir og voru yfir eftir fyrsta leikluta, svo small allt saman. Já, við höfum reyndar ekki byrjað neitt leik vel að mínu mati nema KR-leikinn. Og eins og seinasta leikur var bara mjög lélegur hjá okkur fyrsta leikluti. Og sem betur fer náðu að gera okkur í gang, en það eru, þessi liði í deildinni eru bara það góð að við höfum ekkert efni á því að byrja svona illa, sko. Við höfum bara að spila vel allan tíman, sko. Er þá ekki stemmingin að vera anskotanum grimmari þegar þið mætið til leiks á móti Fjölni á sunnudaginn? Jú, við höfum bara einbeitt okkur að þessu og hugsa okkur sjálfa og byrja bara strax að fyrstu mínútu. Við erum ekkert að hugsa það þó að Þröstur og Ragnar sig fyrir aftan okkur að reyna að stríða. Nei, hendi mér naflakuski og segja hvað þetta er þroskað. Elli, Fjölni, þeir skelltu okkur í Lengjubikarnum, þannig að við erum ekkert búnir að vinna á. Nei, við erum ekki búin að vinna neitt nema þessa 3 leiki. Við erum bara mætið alla leiki brjálæðir og við vitum hvað við getum og ef við spilum bara á fullu eins og við vorum til dæmis móti KR og á köflum í Skallagrímsleiknum þá eigum við að vinna þennan leik og við þurfum bara að einbeita okkur að því og spila góða vörn og þá kemur sóknin, sko. Er það ekki markmið og stemmingi fyrir Fjölnisleikinn að mæta eins og menn til leiks? Jó, það held ég. Ég held að við skuldum öllum það bara, okkur sjálfum og áhorfendum að við spilum 40 mínútur. Það er náttúrulega ekki hægt að hafa þessa vitleysinga sko. Þrösturli og Ragnar, þeir eru á bakvöku, þeir eru ekki hægt í svo inn á bollasíður. Nei, þetta er, þú sér hvað þetta er þroska, bussinn og vitleysingurinn, Þröstur án á að vera fyrirliðinn og svo þroskaðasti. Þetta er skemmtilegt, við höfum gaman að þessu og við tökum það með okkur að leiki og það hjálpar okkur. Þeir var náttúrulega að passa að sjá að það veri ekki meina einn ómikið fíblalæti minna á leikstöndu. Nei, við þurfum náttúrulega bara, eins og við segja, við meðum náttúrulega ekkert heldur gleyma að hafa gaman að þessu, sko. Við náttúrulega njótum þess að spila en við þurfum náttúrulega að taka þessu alvarlega líka og já, bara mæta til tilbúinir. En sem sé markmið fara í Grafvoginn og skella Helga Hrafni og félögum og koma með 2 stig heim. Já, ekki spurning. Við erum ekkert feimnir það. Við ætlum bara að vinna alla leiki og það skiptir ekki máli hvaða lið það er. Við þurfum að vinna það. Það ætlum okkur upp og Fjölnir er bara næsti leikur og við erum bara einbeitt okkur honum núna og við mætum tilbúinir og flengjum Helga, vonandi. Nei, ég segi svona. Helgi verður nána við það. Já, hann hefur gaman að þeim. Elli, ég segi bara gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það.